hér erum við með kaffikönnu, stóra mikla kaffikönnu, alveg margra lítra að ég held. Þessu tveir. Þegar tveir eru fleiri eru samankonir þá Jesús mitt og meðal. Þannig Já. þú veist. Haltu áfram. Og hér er allt of mikið kaffi fyrir einn mann og þú ert hérna einn sem drekkur kaffi og ef þú ætlaðir að klára þessu könnu þá er það ótrúlega mikil græðgi í þér af því það er miklu meira kaffi heldur en þú þarft. Má ég skjóta inn hérna? Ég verð að fá að gera það. Ástæðan fyrir að vera með þessa könnu og notabene það er ekki 2 litrir í henni, ég setti 4, bara 1/4 af könnunni, þannig að við erum með 4 bolla í henni og ég er að fá mér 1 eða 2 á lágmarki sem var hægt. Af því að ég svo yfir mig og þegar Úlli var að sækja mig og við komum hérna upp í kirkju og þar sem við erum að taka þetta upp og ég var ekki búin að hella mér kaffi heima þannig að ég ákvað að nýta mér þetta og mér varst fyndið að hafa þetta í skotinu. Já. Þannig það er ástæðan. Við erum ekki hérna að þamba 2 lítra sortbönni að segja. Það er heilbrigðisráð þarf að vera brjálaður. Haltu áfram. Þannig að ef að þú myndir klára eina svona könnu af kaffi þá væri það gríðarlega græðgi og það er einhvern næsta höfuðsynd sem við ætlum að ræða. Það er græðgi. Það væri kannski meira ofátt samt en græðgi vissulega ákveðin græðgi. En græðgi felst í því að vera láta löngun í eitthvað ná stjórn á sér og láta undan þeirri græðgi láta undan þeirri löngun fram úr því sem að þú þarft hverju sinni að fara fram úr þörfum sínum í einhvers konar í einhvers konar söfnun á einhverju til þess eins að eiga það að komast yfir það og Jesús talar þetta að þessi love of material things og hann nefnir það hérna í Mattheus 19. kapla 23. og 24. versi en það stendur en Jesús sagði við lærisveinum sína sannarlega segi ég ykkur torvelt verður auðmanni að ganga inn í himnaríki en segi ég auðveldara er úlvalda að fara í gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki og hér erum við ekki að tala það að þú þurfir að vera fátækur til þess að komast inn í himnaríki. Getur þú íslenska það aðeins torvelt og auðmaður og eitthvað svona? Já. Nálarauga? Í rauninni í unofficial úlla þýðingunni þá myndi þetta vera ég er að segja ykkur for real að það er mjög erfitt fyrir mann sem er með pening á heilanum að komast inn í himnaríki eða pening í höndunum þegar hann segir auðmanni hinn ríka allavega. Jú, akkurat en þetta snýst meira það að þú ert með peninga á heilanum þú veist, Já, það er hættan það er hættan og eins og hið íslenska hugtak segir eða máltak margur verður af aurum api. Já. En af hverju er það erfitt fyrir ríka mannin að komast til himna? Af því að ef þú byggir þitt sjálfstraust og þú byggir þitt sjálfstraust þína velgengni og þitt traust og í rauninni þitt líf á peningum í þessu tilfelli að þá er rauninni þjónaru peningum þá þjónaru því en ekki Guði og hefur ekki traust á Guði og það er það sem að rauninni þarf til að komast inn í ríki Guðs að játast honum að trúa hann og treysta því hvað hann hefur gert fyrir þig. Þess vegna held ég að græðgi sé sérstaklega umhugsunarverð fyrir okkur Íslendinga. Nú myndi einhverju segja já en ég er ekkert ríkur, ég er bara úrlingur kannski eða bara hvað ég á heima í ég er að leigja, ég á ekki einu sinni íbúð sjálfur eða whatever og það er kannski ekki ríkur á íslenska mælikvarða en Ísland er mjög ríkt á heimsmælikvarða. Við erum bara með þeim efnuðustu, ég veit ekki prósentuna hvort sem í topp
jú, potið top 10, þú veist kannski með betur á hreinu Óli, en við vitum það að við erum bara mjög efnahagslega vel stödd á Íslandi og ég man ekki hvar annars staðar það stendur sá sem vill ríkur verða fellur í frysni og Já. það er þessi og það er allt milli það sem að syndin felst í og kaþólska ein kaþólsk skilgreining á þessari höfuðsynd eða dauðasynd er það að þessi græðgi hún er bara þrá eða ást á eignum eða efnislegum hlutum, velaldlegum og það má samt kontrasta og bera saman við dygðina og kannski skynsemina maður segja í því að vera bara fjárhagslega skynsamur að safna pening að hugsa efnið og byggja flott hús eða þú veist og hafa það gott og ég held að Tim Keller hann sagði þú veist kennsla byggunar peninga er ekki að það þú þarft að hafa minna af þeim eða þú þarft að hafa meira af þeim bara hvað svo sem þú hefur notað það fyrir Guð. Já, akkurat. Sem að mér er bara right on. Af því að við erum ekki að predika fátæktar, eitthvað fagnarindi, heldur ekki, þú veist, velmegunar, þú veist, prosperity, gospel, að bara, þú viljir meiri pening og Guð sem blessa sem hann vissulega er, 100%, en Guð hugsa meira það sem er hið efra heldur en hinn aðra. Akkurat, en bara til þess að skjóta inn í að þegar við vorum að tala þetta hvað Ísland er ríkt að samkvæmt einhverjum tölum sem ég er með hérna að þá er Ísland 14. Í 14. seti við ríkustu ríkustu ríki heims. Það hljómar auðvitað. Þannig að það er alveg slatti. Það er slatti, en hluti af því og bara skynseminni sem Biblían talar og við tölum þetta í einhverju leiti í peningaþáttinum sem var hvað, númer 5 eða eitthvað, ég manna ekki. Það er slatti síðan. Orðskjör 13:11 segir skjótfengin auður hjáðnar, fer, dafnar, hverfur, en þeim sem safnar smátt og smátt vex auður. Já. Bara, hérna við með vísdóm, þú veist, ég veit ekki, 4.000 ára gamlan, 2 til 6.000 ára gamlan, cirka. Sannlega 4 sem að er bara að kenna viljiðu verða ríkur eða fjárhagslega stöður safna þér bara smátt og smátt ekki alltaf treysta á lottóvinningin skilur eða fara taka einhver shortcut og mér finnst mjög það er skynsemin við ekki græðgi heldur bara þú veist þú átt að geta staðið einn fótum fjárhagslega með hjálpa annara sjálfsögðu þú veist vinna fyrir einn brauði en mér finnst í fyrra Tímóteusarbréfi það er skynsemin við fjárhagslegan stöðuleika þú veist að ekki treysta á en þið veitir hvað erum að fara Já. Skynsemin með efnislega hluti í fyrra Tímóteusarbréfi 6:6 segir já trúin samfara nægjusemi er mikil gróðavegur því ekki höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan ef við höfum fæði og klæði og húsnæði þá látum við okkur það nægja en þeir sem ríkir vilja verða að falla í fresni einmitt, eins og vorum að tala um það og lenda í snöru og ég klára þetta gott lenda í snöru allskyns óviturlegra og skadalegra fýsnaðir sökkva mönnum niður í tortímingu og glötun fégirndin ekki peningar heldur ást á peninga er rót alls ills þá fíkn hafa sumir vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum og þetta er akkurat punkturinn sem að við viljum koma með að þú veist metnaðurinn sem felst í því að vilja safna sér auð skilurðu og að vilja vera í þægilegri stöðu fjárhagslega það á algjörlega rétt á sér en það er þessi ást á peningum það er þetta að ef þú veist ef þú lifir á skilur another day another dollar skilur og það er eina sem þú hugsar að bara það eru peningar talandi dollara ég með $10 í vasa já akkurat það er another day another dollar að þú veist að þetta er skilur peningar eru element í lífinu skilur og við hefum ekki bara eitthvað að afneita öllum peningum og bara eitthvað, þú veist, lifa á jörðinni og bara eitthvað ljóst til lifa, skilur Býtu, ert þú ekki í því?
lít ég út fyrir það? Mér langar að lesa eitt vers í viðbót. Ég ætla að bjóða þér að lyfta mér upp á eftir og spyrja þér svo aftur hvort þú haldir að ég ljós til lífi. Ok, en til að slá botnin í þetta og nægisemi, þú guðismaður stendur á eftir þessum texta sem við lásum, forðast þú þetta, þessa græðgi, þessa fíkn, ástapenningum, en stundar réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðulindi og hóverð. Já. Og það mætti krefja þessi gildi og hugtök sem að Páll listar upp seinna, en trúin samfara nægisemi gróðavegur. Ef þú lætur þér nægja föt, þú þarft mat, þú þarft kannski við meira hér heldur en þau á Miðausturlöndunum þurfti kannski aðeins minna húsaskjól, við þurfum svolítið að hafa hlýtt. Þannig að ég myndi bæta við fyrir okkur, actually, húsnæði, sjátt á dæmingu, en við þurfum þetta og við ættum að sætta okkur við að hafa það sem við höfum. Þýðir ekki að ég sé ekki að fara að kaupa með gott kaffi eða þú veist, hafa það gott, en það þýðir að ég lifi gesturisnu lífstíl og ég er að gefa fjárhagslega til þeirra sem að þurfa á að halda og sætti mig við þá og er þakkláttur fyrir það sem ég hef. Og bara ferð vel með það sem að þér hefur hlotnast. Já, og ég held að bara í hvert skipti sem að ég upplifi það, saman hvort þessi matur sem við ætlum að tala meir um hérna í næsta þætti. Já. Eða hvað það er, en þegar ég upplifi einhvers konar græki það sem að mér finnst ekki sætta mig við það sem ég hef, mér finnst það svo mikill missir, ég er að missa að því að njóta þess litla sem ég hef og við það ætla að fá mér eitthvað meira, skilur saman hvers eðlst það er, þá finnst mér það minnka gildið eða minnka gæðin í öllu sem ég hef. Það þarf ekki að fara. Ég næ ekki að njóta þess lengur af því ég hef ekki, þú veist, rýmið til þess að njóta þess. Já, en, og þú ert komin í þetta mindset að það er aldrei nóg. Já. Engin leið að hætta. Engin leið að hætta. Það er eitthvað sem við ætlum að tala á svipum nótum í næsta þætti. Ofát, sem á við mat og drykk. Þá er til næst.